Já, hugmyndin í Kópavogsbrú, þetta róttæk og raunhæf hugmynd sem við erum að leggja til og hún gengur út á það að Kópavogsbær leggja til fjármagn til að kaupa upp hálfklára húsnæði í bænum, klára að byggja og koma í leigu. Í árslok 2009 þá voru 400 íbúðir í Kópavogi hálfbyggðar og margar af þessum íbúðum í eigu Íbúðalánasjóðs, bankana, sumar eru ennþá í eigu byggingaraðila sem hafa ekki bolmagn til að klára þær. Það náttúrulega engin staðarprýði af þessum íbúðum þar sem standa hálfkláraðar víðsvegar bæinn og liggja jafnvel undir skemmdum. Með aðkomu Kópavogsbæjar, þar sem við höfum aðgengi að hagstæðu fjármagni, þá var hægt að klára að byggja eitthvað af þessu húsnæði, koma í langtíma leigu í samstarfi við ýmsa aðila, húsnæðissamvinnufélögin, bankana, byggingaverktakana sjálfa. Þetta náttúrulega skapar störf, bæði við byggingariðnaðinn og svo afleidd störf sem að byggingariðnaðinu tengjast. Þetta náttúrulega verkefni sem mun auka bjartsýni og kemur hreyfingu á atvinnulífið og leið skapar fjölbreyttari húsakost. Það ekki allir sem að kjósa það að fara í sitt eigið húsnæði, að kaupa húsnæði og fyrir þá sem að hafa hugsanlega ekki bolmagn til að kaupa húsnæði þá erum við að bjóða upp að trausta langtíma leigu. Aðkoma Kópavogsbæjar að þessu verkefni hugsuð sem tímabundin aðkoma. Í fyllingu tímans þá mun Kópavogsbær draga sig út úr verkefninu en fyrst og fremst erum við að hugsa að brúa þetta ákveðna bil sem þarf að brúa núna til þess að koma hreyfingu á atvinnulífið. Allt að milljarður. Og þetta náttúrulega réttlætanleg lántaka vegna þess að verkefni sem slíkt mun standa undir sér. Við erum búin að fá aðila til að reikna það út fyrir okkur að þetta verður sjálfbært að því leytinu til að þetta verður ekki áhrif á rekstur bæjarins. Er þetta félagslega? Nei, við erum ekki að hugsa þetta sem verkefni til að byggja félagslegar íbúðir, það annað verkefni. Þetta ein leið á mörgum sem við munum leggja til í atvinnumálum fyrir kosningarnar í vor. Við munum náttúrulega bara að leita tilboða, hagstæðustu tilboða og það verður náttúrulega gert á gegnsæjan hátt sem hafið yfir allan vafa. Ég hef ekki nokkra ágjörð af því og okkur takist ekki að útfæra það. Og nákvæmlega á sama hátt að þá verður útleiga gerð á gegnsæjan hátt, þannig að það sé líka hafið yfir allan vafa. Það mikil eftirspurn eftir traustri leigu. Og það hefur náttúrulega staðið leigumarkaðnum hér fyrir þrifum að það hefur ekki verið mikið framboð húsnæði sem að býðst til langtíma leigu. Leigusamningar eru gjarnan stuttir og ótryggir og það sem fólk vantar til þess að geta valið leigumarkaðinn sem framtíðar búsetukost, það þessi trausta langtíma leiga, þar sem að þú veist að hverju þú gengur. Það eftirspurn og það talsverð þörf. Það mikil þörf fyrir leiguhúsnæði í Kópavogi. Ungt fólk sem að snúa heim á námi og barnafjölskyldur og aðrir hafa kannski ekki ráð á að kaupa sér fasteign strax, heldur vill kannski leigja til skemmri eða lengri tíma. Og þar af leiðandi verða að vera til fjölbreytt úrræði. Við lítum þannig á að þetta verkefni sé samstarfsverkefni sveitarfélagsins og einkaaðila. Og einhverja búsetusamvinnufélaga hugsanlega banka. Þannig að þetta samstarfsverkefni en ekki samkeppnisverkefni. Við erum búin að vinna ákveðna grunnvinnu, við viljum fara af stað með þetta núna, við viljum byrja að ræða við þá aðila sem við höfum hugsað okkur að koma að verkefninu. Það rauninni ekki tíð til fyrirstöðu að verkefnið fari af stað strax í sumar.